Heyrðu, þáttur 2 af bókaboðinu. Já. Í opinni dagskrá hérna. Í opinni dagskrá. Bæ teboðið. Já, í boði Storytels. Boði Storytel. Herri, við vorum að klára nýja bók á Storytel. Glænýja bók. Hún actually ný líka. Já, hún kom út bara 3. febrúar. Já. Og þetta Colleen Hoover. Já. Við vorum alveg á svona báðum áttum, svona eigum við. Já, en þið voru að mæla með henni, þannig að við ákveðum að hendi hana. Já, þú veist, fólk var peppa fyrir henni að þetta var ný Colleen bók, þannig að við vorum svona, ok, við skulum alveg pröfa þetta. En maður hafði, þú veist, bara það verður að viðurkennast að það bara búið að litast smá hún sem rithöfundur út af þessu endsveið drama, finnst það ekki? Líka meira, það eitthvað meira á baku, eitthvað sem hún stendur fyrir sem ekki flott og okkur, sko. Jú, ok, er það meira en það? Já. Okay. Það eiginlega heartbreaking fyrir marga, að hún alveg marga fans, en hún rosalega marga haters líka. Já, hún mjög marga fans, sko, já. En eitt sem hún getur gert að gera mjög auðlesanlegar bækur. Já, svona, sko, galið að bara sami rithöfundur skrifa Verdi getur skrifað þetta, skilur því að þú veist, mér finnst Verdi ennþá vera bara með top notch bókum sem ég hef sem að bara byrja þetta, skilur þannig að við mælum með ef þið hafi ekki tekið Verdi að taka hana en þetta svo allt annað klassi. Já, einmitt. En þetta er allt annað kategóría. Já. Þetta er náttúrulega ekki svona thriller og þannig. Ég held að þessi bók sé kategoræst, ég ætla bara að flétta þau upp á Storytel. Passa mig, ít ekki ánægt hérna. Mæn og sjá. Nú var ég að fara í finished. Er þetta ekki eitthvað bara svona ástarsaga eða? Jú, ætla þetta sé ekki bara kategóri romance, já. Já. Ég myndi halda það, sko. Já, þetta er bara romantíkusa bók. Já, en hún með svona uppskrift. Hún Colleen. Hún með svona uppskrift. Það alltaf eitthvað svona sjokk í byrjun, veistu hvað ég meina? Já. Hvaða bók var það aftur? Svona... Hún grípur því svolítið, ekki 9. nóvember. Nei, það var Verdi sem ég að tala um. Já, ok. Það kannski líka 9. nóvember. Já. Þegar að, bara byrjunin á bókin þegar hún á götunni, ég vil ekki spoila því. Já. Og svo í þessari bók, náttúrulega, þið eru að hlusta því þið eru örgulega búin að hlusta á þessu bók, þannig að við erum bara að spoila, skilur. Já. Þá bara, þú veist, mamminar liggur dáin, skilur, og það bara svona, og þá það nær svona að húka mann, skilur. Já, hún húka mann í byrjun, sko. Já. Og með eitthvað svona shocking dæmi. Já, það var líka eitthvað annars sem ég var svona typical Colleen, eitthvað, nú er ég búin að gleyma hvað það var. Það kemur kannski til mín. Það var nafnið á hundinum. Já, það. Hún er alltaf með eitthvað svona smá sem gefur mér svona Já, hún er alltaf Dóra, Finding Nemo, Finding Dory, Já, Ellen dæmið í Ends with Us, já. Einmitt. Ég bara, sú bók alveg bara ónýtt fyrir mér, sko. Ég veit það. Það er náttúrulega bara, já, ég veit það. Það er annað, sko. Já. En þetta var, við vorum ekki búna með bókina þegar þú sagðir, við vorum okkur stelpuhittingi og þú sagðir eitthvað, þessi bók minnir mig á The Summer I Turned Pretty. Vá, satt. Ég veist það ekki? Jú. Bara allt settingið, ég sá bara alveg eins. Já, varðeldur, kvöldin, allt át á strönd. Já, bara svona inspired somewhere. Já, þetta, þú veist. Nema hún vildi hafa það kannski aðeins meira með eitthvað twisti að hann var, þú veist, glæpmaður. Já. Og svo þú veist, eins og It Ends With Us, það var líka heimilislaus, skilur. Ok, sorry, það var það sem ég var svona, I've heard this before, Colleen, bara, já. Og konan svona sterki aðilinn svona hjálpa, svona læðast inn á kvöldin, þú veist, nema þarna á mótnana, þú veist, þetta var svona, já, hún er með takta. Já, allavega í þessu, mér finnst Verdi, mér líður svo þurfa bara að hlusta á hana aftur. Mér langar að vita hvort þú myndi skemmast eða ekki, eftir að vita. Já, eftir maður er búin að pröfa aðrar. Mér líður það sé ekki Colleen Hoover bók, veist hvað ég meina? Ég veit það. Það kemur alltaf mikið óvart. Já. En það er hvernig Colleen náði mér. Verdi, sko. Já. Það hinar alltaf svona frekar svipaðar. 9. nóvember líka svolítið svona svipuð, sko. Og pælir í því. Já. Þú veist, manstu ekki, plottið þar, ég ætla ekki að skemma ykkur aðra bækur fyrir ykkur. Já, ég man ekki alveg plottið, en man það var eitthvað svona plott. En það var svona einhver ástarsaga, bara, þú veist, einmitt og... Jú, ég man plottið, já. Já, og allir, þú veist, allir með svaka þolinmæði fyrir ástarna, sko. Nenna bara bíða endalaust. Þú veist, hvað er það? Já, veit ekki alveg.
smá svona unrealistic. Það það sem ég finnst og það, þú veist, svona, ég horfi á rómantíska gamamyndir fyrir unrealistic, bækur vill ég að sé smá real, veistu hvað ég meina? Já, þú veist, það alltaf bara orðin bara svona ástfangin á núleitinni. Já, og bara eitthvað eins og í endan þessu, bara þú nefndir að bíða 4 ár, skilur, þú veist, eftir að búin að vera með þessum gaur í 1 mánuð eða eitthvað. Já, og mér varst hann líka svona, þú veist, hún var að gera hann svo fullkominn. Og bara endirinn, þú veist, bara fyrir beint í hann bara að hann fái bara hús, bara þess að auðvelt. Já, það var svona, come on. Það var alveg svona, einmitt. Bara heilt hús, og ég sé þetta fyrir mér svo geðu stórt hús, já bara, þetta óvísi. Þetta allt óvísi, sko. Já. Þetta mega, ég sammála, það var svona, já. Mér fannst líka eitthvað bara svona pirrandi við það að, þú veist, maður er búin að fylgja henni og hún var svona loks, þú veist, ég ekki bara pirraði mig, ekki er að segja, þú veist, að þeir sem brjóta sér ekki sens, þú veist, eiga tæki fyrir ást og eitthvað svona þannig, bara of course they do, bara pirraði mig að hún skildi lendi í þessu. Já. Ég bara svona, oh my god, bara þurfti hún að vera með, þú veist, þurfti hann að vera þetta eftir allt sem hún hefur gengið í gegnum, þú veist, getur hún bara fengið góðan gaur, skilur, hún það ekki bara skilið. Ég var líka bara ekkert investið í þessu ástarsambandi, ég var miklu meira investið í þessu systrasambandinu, skilur. Sammála. Langaði bara að segja meira vinkonudæmi. Já. Og bara að, þú veist, hún myndi þroskast meira með pappa sínum. Sammála. Langaði að vita meira svona, að væri eitthvað svona meira eitthvað rosalegt þegar hún segir að hún sé dáin, skilur. Sammála. Þetta bara svona datt út úr henni og þá var allir bara, akkur sagðir mér það ekki? Já. Akkur myndi hann ekki einhvern veginn vita að, það er líka pirra mig, það var líka húki sem hún gerði frá byrjun. Já. Það var líka húki að hún hafi, þú veist, hún húkka okkur líka, mamma var bara dáin eitthvað og svo bara, ég ætla ekki að segja pabbi þetta strax og þannig að hún var með þetta húk sem hún var alltaf að bíða eftir. Svo var það bara mest antiklæmaksið og pirra mig svo mikið, þetta er líka ógeðslega unrealistic. Þegar ég þóla ekki svona, bara, þú myndir aldrei ferðast í Texas frá þaðan og bara vera hitta og ekki segja neitt um þetta. Nei. Þú veist það bara, það er ekki rétt. Og það er bara enga líkur. Og líka bara þegar hann sagði Samson þetta, þá var, hann sagði það ekki neitt við hann. Hann bara, ég var bara að kissast þau. Já, hún er búin að halda þessu leyndarmáli alla bókina og þetta er því reaction sem við fáum. Ég veit það, þetta var, Við vantar ekki svona sprengju bara eitthvað, þú veist, og þau hefur verið, bara pappinu hennar hefur verið að rífast við hann eða eitthvað og það hefur verið eitthvað svona þannig moment. Já, ok, þau voru eitthvað smá að skætast og hún segir bara, mamma er dáin. Eitthvað, þú veist. En það voru enginn eftirmálar. Þú veist, og einmitt, ég var hvað þetta góð búndi, ég er svo sammála, því ég var miklu meira investið í þeirra sambandi og líka einmitt þegar hann var eitthvað svona sýninni sig að myndir þegar hún var lítil, eitthvað svona ég pakkaði saman og hún bara byrjaði okkur í jólatregi að nóla, þú veist, ammæliskökunum minni og þá kom hann, gekk krútlegt eitthvað, ég held bara allar hátíðar alltaf þegar þú komst. Þetta hefði bara viljað meira. Ég hefði viljað bara eitthvað svona plott tvist í þeirra sambandi. Já. Og svo, sammála. Það var eitthvað svona óþægilegt við það, fannst mér, að þau voru náttúrulega bara, ég veit ekki hvað var, ég veit ekki hvort að við séum bara gamlar eða eitthvað, að hvað það var ung og það var alltaf mjög spicy senur. Já, ég var alveg svona oft, ég var alltaf bara svona, skilu, en þú veist. Já, og líka, ok. En þau voru svona ekki eins ung og, þú veist, í mörgum bókum, skilu. Nei, það er rétt, Ég er alveg fegin að, þú veist, hún var 19 ára. 19, já. Og hann var 20 ára. Þú veist, það er alveg betri aldur heldur en þú veist, mikið, sko. Er ekki 9. nóvember, voru þau ekki bara geðveikt ung? Þau byrjuðu náttúrulega, svo þetta 9. nóvember hvert einsta ára eitthvað, blá. Við erum ekki að tala um hana, já. Nei, en já. En það bera saman. Já, maður samt gerir það ósælrátt, bara maður ber saman rithöfund, bara of course. Já. Þú veist, en já, ég sammála, þetta var eitthvað svona, það var svona stundum óþægilegt, maður var svona að minna sá bara ég hafi verið 19, oft hugsaði maður, hún er miklu yngri. Þú veist, mér fannst hún ekki vera 19 ára. Nei. Skilur við? En samt, þú veist, lesningin var ekki eins og hún var krakki. Nei, ég veit það, já. Þú veist. Ég veit það. Lesningin var svona eins og... Hún var eldri. Já, miklu eldri. Já. Þannig að þetta var svona einmitt á báðum áttum. En já, þetta var... En óþægilegt þarna, ég veit ekki af hverju, bara alltaf þú maður tala um Dakota. Ég hugsa alltaf bara um Dakota. Já, úr The Secret Lives of Mormon Wives. Bara kærastan hennar Taylor ég sé hann bara fyrir mér. Ég líka. Já.
Og hann passaði líka alveg við lýsinguna og Já, eitthvað. bara eitthvað svona, þú veist, í eitthvað svona köflóttu skirtunni sinni, eitthvað svona trukk og eitthvað svona smá douchebag, eitthvað, ekki smá, geðið mikið douchebag, skilur. Ég bara sá hann alltaf fyrir mér, alltaf bara, oh my god. En átti hann ekki að vera sonur gæjan sem að var... Sonur löggunar. Löggunar? Já. Hvaða löggu? Sem kom hann það bara alveg í byrjun þegar mamma var dáin. Var það lögga? Og ég held sko að hann var í sonur en að gæjans, the landlord, hvað kallast það eftir? Já, hann var bara, nei, ég veit ekki ég man ekki íslenskuna. Nei, gæjan sem að var... Sem átti hjólhýsið, já, nei. Vá, þess vegna skildi ég ekki líka því hann átti að vera aðeins ríkar en hún, en hann er samt, þú veist, þeir eru samt landlords á svona trailerparka ykkur. Já, nei, það var bara... Það var löggan, ok, ég skil. Það var löggan, já. Skil það mega meira sens. Já, þannig að þú veist, hann var sonur hans en var einmitt eitthvað gett vinsæll og svona myndalegur, allir voru skotnir í honum og eitthvað, ég veit ekki, ég fyndi að hugsa alltaf bara hann að Dakota-gaurinn. Sástu fyrir einhver andlit? Rosa lítið. Ég sé ekki fyrir mér andlit. Nei. Ég sé bara fyrir mér bara svona andlitslausar verur. Ég líka. Gæða skrítið. Hún setti ekki mikið effort í að lýsa þeim núna. Ég veit ekki hárlitin hennars. Hann er beygju. Já. Nei. En sá hann fyrir mér svona skóllihár. Ég líka, ég sá hann svona skóllitan fyrir mér. Og hún sagði reynda hárlitin alltaf hjá þessu Samson gæja. Já. Það var alltaf bara ljósarður, svo aðeins minna ljósarður og eitthvað svona. Já. Og Sara var ljósarð. Og mamma hennar Söru, sem veit ekki af hverju, ég man ekki núna. Eitthvað A. Já, veit ekki af hverju, ég man ekki hvað hann heitir. Og hún kom ekkert fyrir. Hún var rosa lítið. Já. Eitthvað en eitthvað, ég man ekki. Og ég man það ekki. Guð. Við vorum að klára þessu bók. Já, bara rétt á hann. Já. En hún var bara svo ókslega lítill karakter. Já, hún var lítill karakter, sko. Hún getur flettið upp, sko. En pappin, ég fílaði hann. Ég elskaði hann. Já. Langaði að vita meir hann. Mér líka. Hvað hét hann aftur? Brian, já. Ekki? Brian. Classic. Hún er alltaf með svona einstök nafn. Og svo er það bara geðið basic. Blandaði eitthvað svona geð basic. Já. Nei, ég man ekki hvað stjúmamman er átt að heita. Já. Hún heitir ensku Heartstone. Right? Bókin, jú, Hard Bones. Hard Bones, jók. Já. Bones. Ég var einmitt alltaf að býja eftir eitthvað svona. Já, hvaðan það kom. Já. Að því að hún gerir alltaf þetta með bækurnar sínar, þú veist, það er eitthvað svona, þú veist, það heita alltaf eftir einhverju. Já. Þannig að mér fannst það alveg svona, já. Ég var að býja eftir Hard Bones. En svo meikaði alveg sens. Já, meikaði sens. Hvernig, þú veist, það líst þessu. Já. Ég var að reyna að finna hvað stjúmamman hét. En hún var ljósærð. Já, ég samt reynda að sá hana fyrir mig dökar það. Já, ég man hún útskýrir bara ljósærð eitthvað. Þannig að hún Sjá. Hvað svona erfitt alltaf að finna svona summers í bókum. Ég veit það er ógeðslega erfitt. En ég samt síðastundum inn á Storyteller að finna summarize af bókum þar. Og hvað það er sniðt? Það er ógeðslega sniðt. Ég er svo gleymin. Ég veit það. Same. Alana, alveg rétt. Já, Bea, Samson, Brian, Sara, Marcos, Alana, Janine. Byrju, já, hver er það? Ég man ekki eftir Janine. Er það mamman eða eitthvað? Jú, er það ekki? Hún kallaði hann alltaf Janine. Jú, það er mammanar, já. Dakota og Marjorie. Já. Svo var það Kevin. Já, Kevin löffræðingurinn. Sonurinn af Marjorie. Hann bara, já, takk þú bara húsið hennar mömmu. Eins og hann myndi leiða því ekki. Já, þetta er bara bull. Gleymdu bara hvað krakki, þú veist, eins og hann myndi ekki bara fight for the house. Ég var líka brjálast þegar hún var ekki, ég ætla ekki að fara í blaki í háskólanum, ég bara út af þessum gauð. Svo þekkir tvær ykkur. Já, ég var svo ánægð pappina náði sko samfarana, skilur var bara eitthvað, nei, kæra vinkuna. Það var hann líka að haga sig eins og væri 15 ára. Já, 100%. Það var svo gæmlið. Fyrir út í bílnum, sest á þetta, þau svona kantinn eitthvað að bíða eftir, ég var bara svona, þú hlýtur að skilja pappa þinn. Já. Var þú því ekki sér pappi minn? Þú ert búin að heyra allan tíman að mamma er búin að vera að ljúga á honum. Já, þú hlýtur að fatta. Akkur var hann ekki að spyrja hann meira út í eitthvað svona, hvað meira sagði mamma, skilur þú? Af því að augljóslega þetta er svona, ok, kannski var það ekki honum að kenna. Kannski var þetta mömmu minn að kenna.
Ég skil ekki alveg hvernig hún fór aldrei í þá, það var bara því hún sett upp eitthvað leikrit og hún bara festist í því, bara mamma sín var á lífi og svona byrjaði svona að ljúga með mömmu sinni sem hún var örugglega vön að gera sem baddi eitthvað til þess að kópa í gegnum þetta, ég veit það ekki. En ég veit ekki, því síðan var hún orðin svo comfortable þarna. Þannig maður alltaf, akkur er ekki að gera þetta núna, skilur, henni leið gett vel og hún var gett svona happy þarna. Alveg með hann að Samsung að heilunum, sko. Samsung, sko. Já. Alveg. Já, skemmtilegt nafn. Samson. Já. Sean Samson, já. Hvernig dettur henni í hug? Og svo líka ógeðslega Colleen Hoover-legt eitthvað, þau saman út að borða og þá hittur henni eitthvað. Já. Svona fortíðar. Every time. Já, það klikkar ekki. Já, það er mjög Colleen Hoover-legt, sko. Bara í öllum bókunum eða eitthvað. Það er alveg... Ekki fór út að borða í Colleen Hoover-bók, sko, það var alltaf exposed. Hvenær losnaði þú? Þú veist, hvenær byrjaði þau eitthvað gruna Samson var ekki að segja satt einhvern tímann? Já. Svona þarna? Já, eða ekki? Jú. Já. Hvenær losnaði þá var ég bara svona fangelsi, hugsaði ég, en hún alltaf hugsaði það líka. Já. Svo útskýrðan það. Og ég var alltaf að reyna að hugsa hvað þetta leyndamál hans ætti að vera, sko. Bara þá myndir ekki vilja vera með mér. Og svo er það með líkið. Já. Það var skrítið. Já. Það var bara svona, já, þú veist, þetta var bara svona, þetta voru pirrandi hluti, þetta var bara svona illa skrifaði parturna, þetta þurfti ekki að gerast. Nei. Þau þurfti ekki að finna eitthvað lík. Nei, og ljóta hann eitthvað grafa það, en ég held að það var svona til þess að hún var bara svona, er þetta út af þessu þegar löggan kemur heim? Já, alveg klúles, já. Já, það kannski. Bara gekk brútal að hann finnir líkið af pappa sínum og þetta er einu viðbjörn, eða þú veist. Já, mér finnst það... Hvernig myndi hann ekki bara brotna niður og segja að þessi pappi... Hvernig engin annar búin að sjá þetta. Einmitt þennan dag. Já. Þú veist, þá var fetaostur eitthvað. Já, fetaostur. Og það er okkur ástæðan okkur fetaostur og kynntur til sögu, sko. Já. Bara fyrir þetta. Já, fyrst þetta var alveg svona... Ok, mér fannst þetta ógeðslegt af því þetta væri bara svona... Ertu að fara að vera með sig ekki í alvörunni, ertu að fara niður sama rabbit hole og foreldra eða skilur mamma einn bara eitthvað og það er svo böggandi, þú veist, og hún eitthvað svona ég ætla bara að gera þetta fyrir hann, bara come on, ég veit ekki þetta var fín bók. Já, þetta var það. Þú veist, fínt að hlusta hana. Já, ég sammála. Þetta var bara góð skemmtun, sko. Já, þetta var, þú veist, en það var sumt sem ég var svona Já, en það er það sem að læti mann tala bækur, skilur. Já, satt. Það er eitthvað sem böggar mann. Já. Svona, þú veist. Eða sem blows your mind. Já, einmitt. Eða nú að gegja það, en þú veist. En mér varst ekkert mindblowing. Nei. Fyrst, örgulega, eins og þú komst inn á hann, örgulega svona mest mindblowing var bara svona, pappina var actually að reyna allt. Já. Og hann var actually gegn góður. Einmitt. Mér langaði bara að vita meira um pappan, sko. Já. Mér langaði bara eins og þú sagði, bara sjá þeirra samband styrkjast frekar. Já, ég dýrkaði þess að Sarah og eitthvað og hérna Marco og þannig að... Svo líka rosa mikið þannig í byrjun varandi svona sískinasambandi, varandi þú veist að því að ég var alveg svona, ok, þú veist, ekki spennandi en ég var svona, ok, þú veist, það verður gaman að sjá hvernig þetta verður stór partur á bókinni varandi, þú veist, þyngdin hennar. Já, einmitt. Og þú veist, svona ádröskun og þannig ég er svona, að fór til þessa sálma, ok, ég fannst alveg áhugavert. Bara svona því maður, þú veist, maður vissi ekkert hvað þessi bók var að leiða þá. Einmitt. Og hérna, svo var það bara grafið. Búið. Það var bara 5 mínútur búið. Já. Hún náði að snúa hausnum að Söru með svo kleinursingi í Walmart eða eitthvað svona. Já, að því Colleen er vön að þú veist, segja eitthvað svona, þú veist, koma eitthvað svona litla hluti og svo spilaði geðveikt stóran part seinna meir. Þú veist, bara lítið dæmi eins og þegar hún var að tala um að þau kirtin í þegar hann sótt hann að flugvöldin, það var að keyra, að hún eitthvað, ég ætla að halla sætinu mínu niður, það er ekki venjulega halli, það eru takkar og svo fattur hann seinna meir, byrju, wow, pappur hann ríkur, þú veist, bíllinn með tökkum en ekki með, þú veist, skrúdæmi. Þannig hún tekur oft svona litla hluti sem þú heldur skipta engu máli og svo er það svona eitthvað svona uppljóstur þetta samtal saman. Þannig ég var alltaf eitthvað svona, ok, þetta á eftir að koma meiri ljós. Þetta á eftir að vera eitthvað meira. Bara ekkert. Fengur sér kleinurringu búið. Já. Áhugavert. Því hún var bara eitthvað heilt matakvöld alltaf þegar þú veist, hún tók bita þá tók Sara bita, skilur við. Já. En svo bara var það ekkert meir úr þessu og... Nei. Það hefði getur verið einhver góð skilabóðana. Já. Það hefði nefnilega verið. Þetta var svolítið svona lost opportunity. En þú veist, hún fór bara svolítið hratt í það. Já. Svolítið hratt bara. Þú bara borðaði svo vilt. Og fóðingstu kleinsingi, þá var það bara hætt. Já.
kannski bara gott, kannski það var Já, nóg. auðvitað, þú veist, en ég var bara svona, ég hefði alveg viljað, þú veist, að því að maður hefði viljað að það veri eitt meiri orku í, þú veist, systkinasambandi, já. eða þú veist, skilur, þannig að það var svona áhugavert. Já, og við fannst alltaf vera, þú veist, bara einangra þau 2 strax. Ég hefði alveg bara vilja sjá þau 4 meira. Já, þú veist, ég hefði viljað heyra þegar hún detailaði kossin við, þú veist, ekki Já. bara, ég fó bara inn, gaf henni high five. Það var alltaf mikið alltaf bara svona, og svo allt í einu bara næsti dagur, veistu hvað ég meina? Já, Bara, þú veist, ég meira sem mistaði hvernig tattoo hún fekk sér. það var mjög erfitt að ná því. Er það ekki? Jú, þetta gerðist bara eitthvað svona, þau voru eitthvað, ég er búin að vera geðveitt lengi ákveða, svo bara svona, ok, ég ákvað fyrir hann. Ég man eftir hans bara öllu, svo bara allt í einu, svo er ég bara svona, veitu, hvað fekk hún sér? Var ekki vindmyllu, Það var eitthvað skonar, eitthvað þannig. já, ég man það ekki eins og. Nei, ég held að það Ég bara, ég heyrði það í lokin. Já. Þá er ég bara svona, já, en ég veit ekki, ég hef aldrei heyrt þetta orð, eða þú veist, ég var svona, hvað er þetta? Já. Eitthvað svona, milli, eitthvað. Vindmyllu, eitthvað, ég veit það ekki alveg. Já. En hans var það stormurinn. Já, sem var Hurricane. svona, þú veist, ekki stormur, bara svona þetta var blátt Litir og eitthvað, já. gult. Nei, rautt, blátt og gult eitthvað. Eitthvað svona að lita af Eins og þetta er á veðurs- korti. Já, svona hitakorti. Gísla, þú veist, Hljómar hræðilega. já. Hljómar hikalega. Og líka alveg þetta var stórt hérna, Já. alveg eins og nefið eða eitthvað. Ó, svo stórt. Já. Já, svo bara eitthvað svona, þetta var bara, svo fór ég með hann að bað og hann bara, mig langar að sofa hér, eða bara langar að, þú veist, ég myndi sofa hér núna, ég var svona, Eins og það sé ekki að romantist. bara hvað þeir eru langar tattoo. svo hjá það núna. Já, bara hvað þeir eru langar tattoo stofu, þú veist, hún gæði þetta tattoo því þú varst að tala um að pappin hefði dáið í Ekki pappan, hún vissi ekki þannig að það var pappans. Veist það ekki hérna? Nei, þú vissi það ekki fyrir lokin. Já, nei, já, Það já, ekki? jú, Var já, ekki bara já, já. eitthvað vin, það nátt eitthvað vin sem að... Jú, ok, bara því vinnin, skilur, Já. þú veist, þá viltu svo sofa hjá hann. Ég skildi ekki Í alveg. stæðan fyrir að bara, vá, ég bara kann meira að meta þig núna. Og svo hefur núna. Já, þetta var eitthvað. Pínu svona, ok, allt í lagi. En þetta Þú var veist, þú fyndið að vera, þú veist, hún, bara Colleen, bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað hún er gulfertið eða eitthvað, að skrifa eitthvað svona táningakilli. Já. Ég var svona, hvað er það að gera? Já. En svo að vera svona rithöfundur. Já, svona eru rithundu Já. bara eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, þeir eru eitthvað. Já, Þeir þurfa að setja sig í alls konar stellingar. algjörlega, algjörlega. En hérna, betur hvað ætlaði ég að segja? Já, fólk var líka, þú veist, svona, ég fór eitthvað aðeins að kíkta á BookTok hvað fólk var að segja og fólk var pínu svona svegt yfir því, þú veist, ok, þú veist að marketa sem rómantíska bók og bara svona, þú veist, svona love story og eitthvað svona og fólk var pínu fúlt yfir að þú þurft að býða til helming bókarna þá til eitthvað gerðist. Já, mitt. Eitthvað svona spicy. Já, ég reynda vissi ekki að þetta væri ástabók. Ég var mjög spennt að ég var búin að segja því, já, þetta er svona öðru í þessu, bara svona fóraldradæmi. Já, ég held það líka, ég var einmitt, ég fór svolítið spennt inn í það líka, sko, meira svona, þú veist, uppeldi hennar, lífið hennar, þú veist, einmitt. Taka hennar snúning að fara úr bara fátækt yfir í Já, ríkdæmi, já, skilur. maður var spenntur fyrir því, sko. Já. En, Ég hefði verið meira svona sjá hann að vera svona uppgöta bara svona hvernig er að, eins og með að hann borða rækjur. Rækjur, skilur, já. svona meira eitthvað þannig. já, ég líka. Ég að því að Svo var ég bara svona, er þetta ástabók? Já, maður bara svona, þetta grínast, Já. ég hlusta bara Summer Turned Pretty fyrir þetta, skilur, þú veist, Já. þú veist, ég vissi hvað ég var að skrá mig í þá, einmitt. en mér fannst, þú veist, að því hún byrjaði svona, Já. mamma dáin, bara overdose inn í trailer, Já. þú veist, og Já, maður bara, wow, ok. Hvert erum við að fara? áhugavert, já. Sunnur er alltaf eitthvað svona fjallaðina við. Já, ég er alltaf fyll í mæknum, sorry Já. að það hefði, ég ætla að hætta. En hérna, já, þannig að ég var svona, einmitt, mér varst það alltaf mjög skemmtilegur svona tvist, svona, þú var hann ekki að gera eitthvað í fyrst skipti, að læra á síman eða eitthvað, það var alveg svona, en maður vissi bara, þessi gaurar í ferjunni, maður bara, þú veist, Markus og Svonsson, maður Já. bara, já, þessi kom aftur til, Já, þessir er eftir að spila stórleik, einmitt. með myndalina og allt það, Já. smá fyrirsjálegt. Já. Og svona smá svona, ég er svona eina sem ég var feina að hún fór ekki í eitthvað svona einhver 2 gæjar að því já, bara þá væri hún bara að herma eftir. Já, já, Summer Turned Já. Pretty, skilur. satt. Og næst getur bara einbett sér einhverjum einu. Já, þetta var ekki þessu spurning um þennan eða þennan. Já. Nei, þetta var alveg, hérna, Eða hinn, skilur. já, þú veist, en hérna, svo líka bara áhugavert líka með þetta, þú veist, hann alltaf hann $20 seðil sem hann svona alltaf rétt henni í ferjunni. Svo alltaf er það sama út að kóta gerði við hana. Og
og svo þú veist, ef við horfum þetta hindsight líka, svo var hann alltaf svo ógeðslega fátækur Samson sjálfur. Hún var svona, ég veit ekki, við fannst þetta smá bara svona tína plottinu sinu, En kannski var hann þá bara að reyna að hjálpa henni. Hann alltaf var alltaf að vinna í þessum húsum, mikið frítt. Allt frítt, bara þegar hann var að gista þar. Já, það var eitthvað annað sem að kom eitthvað, já, þetta útskýrir hvernig hann átti pening fyrir tattúi og eitthvað þannig. Það var eitthvað sem hann var að skrifa í þessu dagbókana. Ok. Hann var alveg að gera líka við og eitthvað. Hann var líka að fá borgað Já, þá, eitthvað, já. já. En mér fannst svo skrítið hvernig Marcos og Sara og eitthvað vissu ekkert hann. Já, ég held að það væri besti vinur þeirra. Já, ég held að líka, og svo bara neðu kynntist hann í mars. Já. Hún var svona, og líka bara því að þú veist, pappanar beigju, og þannig að þegar hann kýldi hann var strax eitthvað, og hann mun kæra okkur. Og þú veist, þannig að það voru allir eitthvað svo aware of hann væri svona ríkur, skilur. Þannig að þú veist, þetta var smá svona, þú veist, ég Og veit vissu ekki. bara aldrei hver bjó í húsinu hliðina á. Það meika svo, Þú heldur endur að alltaf að vera leigjendur. ég er alltaf sömu leigjendur. Það var smá svo skrítið. Já, það var ekki alveg úthugsað. Og hann átti að eiga ykkur 5 hús, Já, sko. þú veist, fólki var ekki svona að leiga þetta hús út, það var bara mynd af börnunum þeirra inn í húsinu. Já. Hvernig var hún líka aldrei búin að kveikja því að var myndir af fjölskyldinni og var hann aldrei búin að, hei, þetta er fjölskyldin hans, akkur engin mynd af honum? Jú, það var þetta einu sinni, manstu, hún eitthvað, er þetta mamma þín? Og hann eitthvað, já, eitthvað, er þetta þú varst lítill? Hann bara, já, Já, ok. veistu hvað? Hvar var mammans? Það akkur misti ég Hún var því, hún var dáin. Dó þegar hann 5 ára eða eitthvað. Þegar hann var 5 ára? Já. Ok. Hann sagði henni eitthvað frá því. Já, mér rámaði í það og svo myndi ég ekki. Nei, hún dó eitthvað, ég man ekki hvort að hún hefði druknað líka. Já, var það ekki eitthvað? Já. Ég veit ekki. Sem segir mér eftir, þú veist, þá er þetta svo mikið svona, þú veist, þá er þetta svona, það er svona, ég veit ekki, mörg spurningamerki, skilur. Hvernig var hann 13 ára bara að lifa af? Bara... Hvar átti pappans að vera, skilur? Ég skildi aldrei hvaðan hann kom. Nei. Af því, þú veist, hann bygguður bara litlum bát í Texas, hvernig það hægt í mörg ár. Sorry, ég er byggt í arbandir mín núna, heyrstu það. Já, mitt, ég veit það ekki. Þetta meikaði ekki alveg sens. Nei, þetta Þú getur er... bara búa okkur pínglitlum bát. Og svo fór hann í þetta shelterana með hann. Þá týndist hann. Þetta er bara... Og svo eru þau bara öll bestu vinir nýbúin að kynnast. Já. Bara eitthvað svona, já, hann borðar alltaf mat með okkur, við borðum alltaf mat saman. Já, en hljómaði eins og það væri svona hefð. Já, bara eins og það verið fjölskyldu vinir til margra ára. Þess vegna var ég Og hann svona... bara geði söss alltaf, segir aldrei neitt og hvað er það bara að leipa ókunnu manni sem segir aldrei neitt og opnar sig ekki um neitt. Já, Heimtileikar alltaf. og bara, hann bara, já, þessi 5 húsarna og þau bara, já, ok. Ég veit. Hvað er mamma og pappi? Ekki svo, þú veist, þessi Anna stjúpmamman ætti ekki að vita eitthvað um Já, fólkið í hver er hverfinu. eiga... Já. Þess vegna, já, þetta skil ekki alveg. Nei. Smá svona, Fyrir eitthvað. Þú veist, að það eru svo margir fullorðnir involved, skilur, þess vegna finnst mér þetta ekki make sense. Nei, mitt. Hann var ekki nógu mysterious til þess að vera sér með allt þetta. Og líka hann er bara fullorðin, eða þú veist, hann er bara 20 ára, skilur. Já. Akkur er ég að pæla okkur fullorðin maður, þú veist, maður er komin fullorðin að tölu þegar maður er 20. Já, þú veist, hvað er bíllinn hans, hvað er Já. þetta, þú veist, ef hann er svona ókslega ríkur. Og akkur getur hann ekki bara tala þess að fullorðin maður, í staðan fyrir alltaf eitthvað mysterious. Já. Hvað er málum með svona rithöfund og alltaf að vilja þess að mysterious gæja sem segja aldrei neitt og þá er alltaf bara, hann er svo mysterious. Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég ætla hann að fyrst, Fylgur svona mysterious gæja. Nei. Ef þú verður ekki tjá því, ég verður bara fuck off hinn. Ég er bara okkur boring. Já, boring. I need to yap. Já, bara speak. Já. Það þau eru bara í bókaheiminu bara, hann segir ekki orð. Já, bara spennandi. Hann er hljómar smá toxic. Já, alltaf. Every time. Ég veit það ekki. Þetta er skemmtilegt. Þetta var gott, já. Hún fær hérna, ég ætla að tjekka hvað hún fær á Storytel. Viltu ekki fyrir ekki byrja á þinni einhvern eða? Svo hún blindist ekki inn í þetta. Ég er búin að segja það. Hérna, það er nokkuð komment sem ég ætla að lesa hvað fólk Voru mörg comments? Ok, ég held að vera nokkur, það eru ógisla mörg. Vá. Fólk er þannig mikið að hrósa lestrinum. Yndislega saga með sorgum og sigurum. Frábær. Já, sko, Colleen Hoover, hún á fans á Storytel. Ég skal segja það. Góð bók, spennandi.
stutt og ljúf, allt öðru í sin aðra bækur höfundar. Við sé allt annað. Ég er sammála sagan er alltaf öðruvísi. Já. Það er ekki oft sem hún er eitthvað í kringum einhverjum strendur og eitthvað þannig. Nei, já, satt Það er alltaf einhver inn í einhverjum borgum, einhverjum borgum, Boston og... Vá, dásamlega sagan, svo sorgleg og falleg leið. Ekki láta hana framhjá þau fara. Hversu yndisleg bók. Alveg ágætt afþrengin, sísta bókin eftir þennan höfund sem ég hef hlustað á. Elska þessa bók í alla staði. Þetta er eitthvað svo notalegt eftir margar glæpasögur. Já, ángrís það er svona. Stundur vel næst að hlusta á okkur svona krútlega bækur. Já. Léttar bækur. Mjög fín, góð bók. Varð eiginlega hámhlustun. Þessi bók, segir ykkur. Hvað er það eftir að... Það er svona binge watch. Já, binge, já. And binge to listen. Já og nei takk, ekki minn tebolli. Nei. Það er ekki alla. Nei. Frábær, já. Flestir að segja svona, gefur sér þetta að vera svona heartwarming. Hlýjar hjartarætur. Fólk að segja það. Sko, stjörnurnar sem eru á Storytel, fólk er hérna 4,4. Vá, það er hátt. Já. Á 5. Já. Vá. Það er svolítið mikið, sko. Já. Það er svolítið mikið. Já, en það er mjög mikið. Svo er ég svona, eru við ósækjarnar að vera að gefa, þú veist, bókum einhverjum, ég veit ekki, þegar við erum að bera saman við, þú veist, thrillerbækur, ég veit ekki. Já, en það er bara okkar smekkur, skilur. Já, það er engin að, þú veist, fyrir okkur er þetta bara þetta, þú veist, Já. og fyrir þeim er þetta bara að fara upp á bók, skilur. Sko. Mér varst þetta ekki eitthvað leiðilegt, skilur. Nei. En þetta er ekki eitthvað, þú veist, þetta er ekki child patient eða eitthvað, skilur. Nei. Við þurfum alltaf að fara bara svona aðeins að fara yfir hvað við gáfum, sko. Já. Þegar við gáfum Ends With Us alveg 4,5. Okkur fannst hún líka geggjuð. Já, bókin, þetta er máli eiga það. Já. Bókin var góð. Okkur fannst hún góð, sko. Já, það er alveg rétt. Ég man alveg eftir því. En þú veist, og þess núna að voru spennta fyrir myndinni. Já, en við tókum alveg þátt með Jóa og hvað, skilur. Já, þú veist, núna er ég alveg svona, perrandi að þetta sé búið að litast. Ég veit það. Fattur þau? Já, svona gerist. Já, svona gerist. Ég er bara að lifa með þig. Já. Ég ætla að gefa þessari Dúttirari Rey. Ég er að horfa á gömul ratings hjá okkur. Má ég sjá líka? Já. Ég held í gefinu bara 4,4. Eins og Storytel. Really? Ég held að með við hvað ég er að gefa hinum. Já, ég var að fara að gefa þessari sama á Never Lies, sko. Hvað var það? 2,9. Já, einmitt. En ég er svona, þú veist... Nei, ok, ég verð að gefa henni minna. House Watching 2. Já. Sko. Nei, ég ætla að taka mig tilbaka. Ég ætla ekki að byggja þetta út frá síðustu. Nei, mér finnst það ekki frekar og með við hvernig við erum að tala um þetta, mér finnst 4,4 er allt mikið. Já, eiginlega rétt, sko. Já. Þú veist, að ég var bara að byggja þetta upp á eitthvað svona nefnast ekki mikið verð en henni hinn, en ég ætla að reyna að hugsa ekki um hinnar stjörnungjáðunar. Ég bara hugsa um þessa. Þú veist, þetta var fínt að hlusta. Þú veist, 3,8 er Summer I Turned Pretty. Já. Ætlar að gefa þessi herra en það. Mér finnst það betra storyline, sko. Ég held ég gefið það sama bara. 3,8. Já, ég held ég gefið svona, að ég ætla að gefa 2,9, ég held ég gefið svona 3,2 bara. Því mér finnst það aðeins betra en Never Lie. Já. Þannig að hún fær frá tebúinu. Við erum með sikvort. Nú það, já. Æ, Já, bara í Never Lie, sko. Svo... Já, við erum svo ósammála. Já. Hvað sagði þú? Oh my god, hvað sagði ég? 3,2 held ég. 3.2. En þú veist, ég er að bera saman við all the genres, sko. Já, það er alveg erfitt, sko. Já. Ég veit að, bara á ekki að gera það. Ég hef ekki að opna það. Nei, en ég ætlaði samt að gefa hann 2,9, sko. Já. Ég bömpaði þetta. Hún fær svona 3,5 frá tebúinu. Já, á meðaltalinu. Já. Það er bara flott einhvern. Já. Það er bara flott. Já. Er það, þau 7-10? Above average. Já. Það er bara meðal einhvern, skilur við. Bara way above average. Mér finnst bara að vera meðal, skilur við. Og það er bara, samla. Stundum bara lesum maður meðal bækur. Það bara er oft þannig inn á milli. Já. Maður veit ekki hvað bók maður er að fara í. Nei. Og það er skemmtilega við bækur. Ég veit það. Og svo kannski fílar þú bókina meira og öfugt eða þú veist bara svona, já.
Það er bara gaman að það til milljón bækur en stórtal. Ég veit það. Þannig að, Já, og þið getur hlusta líka frítt í 30 daga ef þið, þannig að það linkur í highlightsun okkar, story til highlightsinu og í description á sem þætti. Það sem að þið getið sé allar, þú veist, að þið veitum búin að tala um svo marga bækur sem við erum búin að lesa, þær eru allar inn á linknum okkar, þú veist, þannig að þið getið tjekka á þeim ef þið viljið hlusta þær og skráða okkur í 30 daga frítt og þið getur klára svo marga bækur á 30 dögum. Þetta er ángríns. Og líka svo þægilegt, þess að bara eins og daginn, þá var ég að hlusta þessa heima og ég var bara svona, þú veist, að ég get ekki sitja kjör og hlusta. Sem er þá óþægilegt, svo sita bara hlusta. Já. Hann ég fór bara með iPadin, ítti bara read og fór bara upp í rúm og bara þú veist, bara aðeins að lesa og svo bara fyrir að sofa. Þess að TikTok á kvöldin, þetta er alveg sniðut, sko. Eða hólsam, sko. Já, alveg næs, ég mæli alveg með. Já. En næsta bók. Heyrðu, við erum með hatt hérna með bókum sem að þið mæltu með. Já. Þannig að við ætlum að draga næstu bók. Já, við, þú veist, bara spennandi að sjá. Ok, þú maður draga. Þessi. Alright. Ok, Twisted Love. Eftir Anna Huang. Ég kann ekki að byrja þetta fram, hvað sér? Huang. Já. Twisted Love, ok, vorum við eitthvað búin að sjá um hana? Já, ég er búin að heyra skemmtilega hluti. Já. Svona romans eitthvað held ég. Ok, en eitthvað svona twisted. Hlýtur að vera twisted. Það hlýtur að vera. Það er alltaf að segja til í nafninu. Það er spennandi að sjá hvernig kategóri þetta verður. Þannig að, ok, joinu okkur. Það næsti bókabóðsþáttur er Twisted Love. Yes, sir. Hey. Until next time. Love you guys. Bye.